Flúormengun í grasi á Reyðarfirði var litlu minni nú í sumar en 2012. Það ár sögðu talsmenn Alcoa að slys eða óhapp hefði orðið og slíkt myndi ekki henda aftur. Mengunin telst þó undir mörkum að meðaltali þó einstaka svæði séu yfir mörkum. Bóndi í firðinum segir að mælingar á flúorstyrk í kjálkabeinum kinda bendi til þess að flúormengun hafi verið mikil allt frá því verksmiðjan tók til starfa, en flúormagn hefur mælst nálægt eitrunarmörkum í sauðfé. Þrátt fyrir þetta kallaði niðurstöðurnar nú ekki á sérstakar aðgerðir þar sem losun úr álverinu sjálfu mælist langt undir mörkum. Þóra Arnórsdóttir tekur nú við. Í október í fyrra kom í ljós að flúormengun frá álveri Alcoa í Reyðarfirði hafði verið mun meiri en árin á undan og umfram viðmiðunarmörk. Ástæðurnar voru einkum 3 samkvæmt greinargerð frá Alcoa. Aukin útblástur flúormengaðs ryks þurrhreinsivirki og skorstein, aukin útblástur rjáfur kerskála vegna óstöðugleika í rekstri og veðrið. Sumarið var mjög þurrt og hlýtt. Í ljós kom að ekki hafði verið skipt síupoka sem eiga að fanga flúormengað ryk. Ástæða þess að ekki var skipt síupoka var sú að ryknemarnir sem átt að senda skilaboðum lekan voru margir hverjir bilaðir. Þeir voru ekki að virka, einhverjir sýndu ekki rétta niðurstöður, einhverjir voru bilaðir og af þessum sökum þá var vöktunin ekki eins góð og hún hefði átt að vera. Þetta sjáum við eftir sumari þegar við fáum niðurstöður úr grassínum og þá verður okkur ljóst að eitthvað hafði gerst sem við sáum ekki fyrir en allt og seint. Og það var náttúrulega mjög bagalegt og við vorum í mjög vandræðalegri stöðu því að við erum í raun og veru átt okkur á þessu allt og seint. Og það var lykillinn að þeim úrbótaaðgerðum sem við settum strax í gang til þess að laga þetta því að það er náttúrulega ekki ásættanlegt að átta sig ekki á þessu fyrir allt og seint. Súrálið sem verið var að vinna úr var líka allt of fínefnaríkt svo það stíflaði allt og sífellt þurfti að vera að opna kerin. Fyrir vikið barst miklu meiri mengun rjáfur kerskálans. Umhverfisstofnun komst að þeirri niðurstöðu í athugun sinni á menguninni að 3 frávik hefðu orðið frá starfsleyfi Alcoa Fjarðaáls. Innra eftirlit með rekstrarþáttum brást, fyrirtækið gat ekki sýnt fram á að losun flúors hefði verið undir mörkum og vöktunarbúnaður í reykhreinsivirki hafi hvorki verið prófaður eða kvarðaður. Fyrir bændur og hestamenn við fjörðinn reyndist þetta afdrifaríkt. Niðurstaða mælinga sýndi að gras var víða óhæft til beitar og heyöflunar sem var reynda svolítið seint í rassinn gripið því ekki var hægt að afturkalla sumarbeitina. Sigurður Baldursson hefur á síðustu 40 árum byggt upp stórt fjárbú á bænum Sléttu í Reyðarfirði. Ákveðin svæði á hans landi mældust yfir viðmiðunarmörkum fyrir flúor í grasi bæði í fyrra og í sumar. Nú þetta gekk þannig fyrir sig að okkur tjáð það séu miklu hærri flúor mælingar í grasi heldur en að regna var með og menn áttu vona á. Nú maður náttúrulega brá ónefntanlega því að það sem okkur var sagt upphaflega er það að við þurfum ekkert óttast. Sá litli flúor sem að muni missa út, hann eigi að falla nánast inn á lóðamarkana. Þetta er það sem að upp var lagt með þegar þetta fer í gang og svo kemur eitthvað allt annað út núna og ég held til fram að þetta sé búið að vera meira og minna síðan álverið var startað, síðan ég var startað að þetta hafi verið miklu hærra allan tíma. Sigurbjörn Marínósson er einn eigenda Seljateigs hjáleigu og Alcoa Fjarðaál keypti handa honum hey í stað þess mengaða í fyrra. Mengunin kom honum verulega á óvart. Alcoa kallaði okkur til fundar og kynnti okkur niðurstöðurnar. Að flúormagnið var mjög hátt og við fórum bara vel yfir það. Og í framhaldinu þá var niðurstaðan svo að Alcoa útvegaði okkur ósýkt hey að hluta til. Þannig að gripirnir sem voru á beit þyrfti ekki að fóðra á líka á sýktu heyi. En þetta var í fyrsta sinn sem þetta gerðist ekki satt. Var þetta áfall fyrir ykkur? Já, þetta var verulegt áfall og eitthvað sem við höfðum alls ekki reiknað með. Eitthvað sem þið höfðu alls ekki reiknað með en er þetta ekki eitthvað sem getur gerst þegar svona stór verksmiðja í nágrenninu? Það er náttúrulega greinilegt að þetta getur gerst en það var búið að segja okkur og telja okkur trú um það að þetta myndi ekki gerast því að það væri mjög fullkomnar mengunarvarnir. Að bændur hafi verið í áfalli, það skil ég vel. Við vorum líka í áfalli því að þetta
það sem gerði síðasta sumar var hreint ekki eins og við viljum hafa það, var mikið áfall fyrir okkur. Við höfum líka tekið það til gagngerrar endurskoðunar, eins og ég nefndi áðan, og einbeitt okkur að því að laga allt það sem við getum lagað til þess að bæta þessi mál. En til hvaða aðgerða var þá gripið þegar þetta kom allt í ljós í fyrrahaust? Við settum að stað mikið af aðgerðum til þess að laga vöktunina, til að laga vöktunarbúnaðinn og líka til þess að laga það að við fáum alltaf niðurstöður úr grassínum miklu fyrr og það var að virka mjög vel í sumar. Er búið að skipta alla þessa 23.000 póka? Það hlýtur nú að vera meira áttur aðgerð. Það var búið að skipta töluvert af þeim fyrir þetta, en það sem við gerðum meðal annars, það fyrsta sem við ákváðum að gera var að skipta út öllum þeim pókum sem voru eldri en 30 ára gamlir. Þannig að nú eru engin pókar í síuhúsunum eldri en 30 ára gamlir, en þeir geta alveg orðið 5, 6, 7 ára gamlir á þess að komið að sök. Og svo var mikil áhersla lögð á vöktunina, að laga þennan vöktunarbúnað, koma honum í gott lag. Við settum líka upp auka varnarlög, einfalt varnarlag, mjög lágteknískt sem að byggir ekki á einhverju rafeindabúnaði. Þessum sýnatökuglös tengt rörum inn í hvert afsók voru sett inn þannig að menn gátu séð það með einfaldri sjónskoðun, hvort að eitthvað ryk var á ferðinni eða ekki. Þetta skoðað hver einustu vakt og svo til viðbótar þá voru settir inn mælar á lagnirnar frá Þurreinsivirkjónum sem að gangi skorsteininn til þess að vakta ryk í lögnunum á hverju augnabliki, símælingar. Og það eru allir nemar komnir í lag? Allir nemar komnir í lag og við erum ennþá með þessi sýnatökuglös eða þennan einfaldabúnað og við erum komin 2 nýja mæla sem mæla rykið stöðugt, mæla rykið stöðugt. En hvaða afleiðingar hefur flúormengun? Hvað þýðir það að stór svæði í firðinum séu óhæf til beitar og heyjuflunar? Matvælastofnun lýsir því svo. Flúor er snefilefni sem getur valdið eituráhrifum berist það í of háum styrk í líkama dýra. Flúor binst kalsíum og raskar þar með mikilvægri starfsemi sem er háð efnaskiptum kalsíums. Áhrif langvinnrar flúoreitrunar koma fram í beinvef og glerungi tanna en bráð eitrunaráhrif lýsa sér í röskun á efnaskiptum og taugabóðum. Sigurður Sigurðarsson, fyrrum yfirdýralæknir og Jakob Kristinsson eru ennfremur að rannsaka hvort flúor safnist upp í kjöti og líffærum en það hefur ekki verið talið fram að þessu. Í sláturtíð í fyrra voru teknir hausar fyrir austan og flúormagn í kjálkabeinum greint. Í veturgamalli kind reyndist magnið vera 1051 mikrogramm af flúor á gramm en magnið fór upp í 3274 mikrogramm í 6 vetra kind. 4000 mikrogramm eru talin eitrunarmörk. 2 af þeim lömbum sem mæld voru reyndust vera með yfir 1000, það er að segja 1253 og 1570 mikrogramm. Matvælastofnun taldi í ljósi þessara niðurstaðna að ástæða væri til þess að fylgjast með tönnum og beinum lamba frá því búi þar sem gildin voru hæst, því ef kindur fái áfram þetta flúoríkt fóður sé mjög líklegt að fara að bera á eitrunareinkenum hjá þeim á næstu árum. Og þetta voru mjög há gildi sem við sáum þarna og það verið tekin aftur beinasýni hafa verið tekin núna og við bíðum eftir niðurstöðum úr þeim. Þetta veldur áhyggjum. Þú nefnir eitrunarmörkin 4000, reyndar að segja með 4000 til 6000. Það er margt sem er svolítið óljóst á þessu, þannig að við skulum halda því til haga, það er 4000 til 6000. En vissulega er þessi hækkun eitthvað sem við þurfum að fylgjast vel með og í samráði við Umhverfisstofnun og Matvælastofnun höfum við gert sérstaka vöktunaráætlun fyrir einmitt flúor í heyi og flúor í beinum dýra núna næstu árin. Og það er þá til þess að fylgja þessu umhverfisóhappi sem var í fyrra eftir. Eins og Geir sagði var mælingum fjölgað í sumar og niðurstöður komu fyrr. Það voru hins vegar ekkert til að hrópa húrra fyrir. Meðaltalið í firðinum utan þynningarsvæðis var 37,7 mikrogramm flúors á gramm sem er undir viðmiðunarmörkum fyrir graspíta sem eru 40. En þetta er meðaltalið, sum svæði voru nokkuð fyrir ofan viðmiðunarmörkin. Og landeigendur eru að sjálfsögðu ekki ánægðir með þessa útkomu. Ég þarf bara fyrst og fremst mikil vonbrigði því að þó að meðaldirkunni sé aðeins lægri þá eru einstök svæði sem eru jafnvel hærri heldur en voru í fyrrasumar. Og það er þetta bara mjög undarlegt og ennþá meiri vonbrigði. Já, það segir mér finnst þú fremst það að þetta var náttúrulega kannski verra tilviki fyrra en ég held að það hafi verið allt og mikið losun út í andrúmslofti allan tímann og okkur er sagt það að það sé
það sé við að reyna að bæta þetta og þeir ætla að gera það og vonandi tekst þeim það en ég býð bara eftir því að sá dagur komið að við fáum að sjá ásættanlega niðurstöðu því þetta engan veginn ásættanlegt eins og þetta hefur verið. Er þurrhreinsvirkið nógu gott? Þyrfti jafnvel öðruvísi búnað, viðbótarbúnað, vothrreinsibúnað? Þurrhreinsvirkið nógu gott. Þetta mjög gott þurrhreinsvirki og það sem gerist í fyrra var óhapp, var slys og það hefur verið lagað. En til dæmis í ár að þá erum við með mjög góðan rekstur á þurrhreinsvirkinu, við erum með mjög lágar ríktölur öllu, þannig að ef vöktunarbúnaðurinn í lagi, vöktun og viðbrögð, þá þetta mjög góður búnaður. En býttu nú við, ef hreinsibúnaðurinn virkar núna alveg eins og ætlast til, hvers vegna þá ekki meiri munur á menguninni óhappasumarið 2012 og svo aftur sumarið 2013 eftir að allar þessar ráðstafanir hafa verið gerðar? Flúorútblástur almennt frá verksmiðjunni í ár með því besta. Það næst besta árið okkar frá því að starfsemi hófst. Þannig við erum á mjög góðum stað með flúorútblástur og rekstur þurrhreinsvirkisins í mjög góðum málum. Allur tækjabúnaður í góðu lagi. En hvernig getur þetta farið saman? Af hverju eru tölurnar svona háar, mælingarnar háar, ef allt í svona fínu lagi með hreinsibúnaði? Hvaðan kemur þá þessi flúor? Flúorinn kemur frá okkur og ástæðan fyrir því að við erum að sjá þetta hágildi í grasinu þó að útblásturinn sé í góðum málum miðað við mælikvarðanum þar, þá þurfum við að leita í ytri aðstæður og þá erum við komin að því að tala veðurfarslegar aðstæður sem eru megin þáttur. En flúor í gróðri, flúor uppbyggingu gróðri, hún ræðst af nokkrum þáttum, auðvitað flúor útblæsturinn frá verksmiðjunni, fjarlægð frá álverinu, stefnu frá álverinu og veðurfarslegum aðstæðum, fyrst og fremst. Þannig að það, hversu gott sumarið var í sumar, þýðir miklu hærri gildi? Það hefur áhrif. Gott sumar, sem okkur finnst vera gott sumar, það ekki heppilegt fyrir loftdreifingu. Þannig að gott sumar ekki gott sumar í þessu tilfelli. En meðaltölin segja okkur það mjög lítið þessum sem beitum ákveðin svæði og heyjum ákveðin tún þegar sýnin eru talsvert hærri sumstaðar heldur en var í fyrra sumar. En hvaða afleiðingar hefur það? Nú hafa menn verið að selja hérna hey og fyrir utan bara gripi sem á beit. Það náttúrulega getur haft mjög alvarlegar afleiðingar bæði fyrir þá sem að selja og eins fyrir gripina því að flúorið safnast upp í gripum og getur verið mjög alvarlegt og svo okkur náttúrulega sagt það að það mjög litlar rannsóknir til og það kannski það sem mest áhugjefnið. Við vitum ekki nákvæmlega hvaða afleiðingar þetta getur haft. Ertu sáttur við stöðuna eins og hún þegar þú horfir á niðurstöðurnar úr mælingunum núna sumarið 2013, þá reyndar eftir að koma út úr beinamælingum en úr grasinum og heisinum. Ertu sáttur við það eins og það er? Ég er sáttur við allt það sem við höfum gert til þess að bæta og við sjáum þessar endurbætur í rekstri af þurrhreinsvirkinu og við sjáum góðan árangur í flúorlosun frá Kerskála. Það vissulega við höfum viljað sjá lægri gildi í grasi en við höldum áfram að bæta. En hvernig farið þið að því? Hvaða ráðstafanir hyggist þið gera til þess að næsta sumar verði betra? Í fyrra þá var fókusinn á þurrhreinsvirkið. Það var það sem var megin orsökin og ákveðna þætti í rekstri Kerskálans. Það áframhaldandi tækifæri til þess að gera betur og við vinnum bara í því. Þannig það alltaf. Það alltaf tækifæri til að gera betur. Og óskið þess að verði rigningasumar? Nei. Við getum reikið þetta álver þegar það eru góð sumar og þegar það eru slæm sumar. Og það sem gerðist í fyrra var óhapp sem við höfum lært mikið af. Nei. Við getum reikið þetta álver á góðu sumri og slæmu sumri líka. En veðrið hefur vissulega áhrif.